Við erum svona sjálfbæra tillitinu til að við getum kynnt húsin okkar, þú séum ekki að fá heitt vatn í hús og eins með varaafl og neyðarafl að við erum algjörlega sjálfbær þar í gegnum þessa varavélar sem við erum með. Við gerum prófanir á varaafli 12 sinnum á ári og förum í eina stórprófun á ári þar sem við erum með varaaflsvélar sem á Landakoti, Hringbraut, Fossvogi og í Blóðbankanum á Snorrabraut. Þá förum við í stórprófun sem þýðir það að við rjúfum straum að spítalanum og leyfum í rauninni sjálfvirku kerfi að svara eins og til ætlast. Notendur verða lítið varir við þetta eða ekkert varir við þetta 11 mánuði á ári en á haustin tökum við þessa stórprófun og rjúfum þá straum eins og ég segi og þá allt straumlaust í 10 sekúndur meðan að vélarnar að ræsa sig upp. Þær keyra undir fulla álagi í hálftíma og sleppa síðan aftur inn á veitur. Okkur ber að uppfylla ákveðin skilyrði í reglugerðum, sérstaklega varðandi stóru húsin 2, þar sem við erum með viðkvæmustu starfsemina og við erum með 2 aðfærslur að hvorum spítala, það er að segja 2 heimtögar. Til viðbótar erum við með 2 varavélar og svo erum við fyrir allra viðkvæmustu starfsemina og það gildir bæði húsin. Þar erum við með rafbakkjarla eða rafhlöðubanka sem að dekka starfsemina líka. Þannig að það má mikið ganga á áður en þessi viðkvæmustu svæði verða algjörlega straumlaus og sem betur fyrir hefur sú stað aldrei komið upp. Á meðan við fáum olíu þá getum við keyrt vélarnar og við erum með samningu olíufélögin þannig að við erum í forgangi ef sú staða kemur upp og borgin verður með öllu straumlaus. Það reynir reglulega á þessi kerfi. Það er ekki þannig að spítalinn verður bara straumlaus þegar við erum í prófunum. Heldur þetta gerast á hverju einasta ári hjá okkur. Það er verið að grafa í sundur strengi eða hásmennur voru að slá út hjá veitum og svo framvegis. En núna frá 2018-19 þá hefur gengið mjög vel að fjármagna þessi verkefni. Þannig að við stöndum mjög vel í dag hvað varðar varaafl og neyðarafl á spítalanum. Við erum með lífsbjargandi búnað á þessum svæðum og það bara skiptir öllu máli að hlutirnir virki eins og til ætlast. Það eru mannslíf undir, það ekkert flóknara það. Við erum með 2 aðfærsluleiðir fyrir heitt vatn á báðum stöðum og kalt vatn. Það svipuð uppbygging bæði í Fossvogi og Hringbraut og þess utan erum við með varakyndingu. Veltum svolítið á því hversu kalt í veðri, hversu mikil kælingin hversu stóran hluta við getum dekkað en svona öllu jöfnu getum við dekkað mjög stór svæði. Allt fjarskiptakerfi spítalans á rafbakkjarlu líka og ákveðinu uppitími þar. Þannig að fjarskipti eiga ekki að fara niður frá fyrsta klukkutímin eða 2, það veltur svolítið á álagin á kerfin á hverjum tíma. En við erum nokkuð vel sett, sérstaklega þar sem við erum með þessar varavélar og þar sem við erum með varakyndingu.